Góðan daginn, velkomin á málstofu málmþrívíddarprentun, hver eru möguleikarnir og hér með mér góðir menn, það Arnór Ingi Hansen frá N. Hansen, það Dagur Ingi Ólafsson og Eyþór Rúnar Eiríksson frá Euler 3D. Og ég frá Tæknisetri. Tæknisetri fyrir ekki, já, ég glemdi að nefna það. Það sem við ætlum svona að ræða við erum með sem við sýnum nokkuð stykki sem hefur verið prentuð. Það var fengið verkefni að prenta þennan dúplokubb í málmi og við ætlum að fjalla þessa framleiðslu og bara hvernig hún fór fram og hvað gekk vel og slíkt, hvað eru möguleikarnir. Það sem ég vil kannski byrja á að bara fjalla svona lauslega framleiðslu aðferðina sem þú ert með. Þú ert með FDM eða FFM framleiðslu. Já, það það sem málmduftið kemur bara á spólu, svipað eins og í venjulegum plastprentara. Það málmduftið sem sagt 80% af þræðinum, 20% af því eru síðan bindiefni til að halda plastinu kjurru bara sem í formi þráðarins sem fer í prentaran. Við erum með prentara sem prenta þá líka með tveimur hausum. Það er annars vegar með þá málminn sjálfan og bindiefnið og hins vegar stöðningsefni sem er notað sem millilag undir yfirhangandi hluti eða til að byggja undir gerum platta undir þannig að hluturinn geti minnkað í samræmi. Ég fari aftur við það. Það þarf að prenta hlutin í okkur í yfirstærð af því að hlutin á þráðunum plast og málmduftið. Síðan þarf að taka það plast burtu og síðan baka hlutin og þá mun hluturinn rýrna ákveðna stærð sem kringum 20%. Þannig að allir hlutirnir eru prentaðir í yfirstærð. Þannig að það svona aðeins öðruvísi hugsun það því það þarf alltaf að teikna hlutin í raunstærð svo þannig að skalaður upp og prentaður. Og það hugbúnaður sem skalar hann? Já, við þurfum ekki að hugsa það sjálfur. Það bara hugbúnaðurinn fyrir prentarinn sem að skala hann upp í réttar stærðir upp og það ekki sami sem sagt rýrnun á seta og x-auslun á það. Hver þá rýrnunar faktorinn? Hann upp á nákvæmni í þessu? Við erum með svona almenna rýrnunar hlutfall sem að virkar þá fyrir flest allar aðstæður. En ég myndi alltaf mæla með því að við ætlum að gera kannski 100 stykki, þá myndum við prenta og sjá hver actual eða raunveruleg rýrnunin og myndum þá laga til skölunina til að passa að allir hluti eftir það verði í réttum málum. Þannig að rýrnun svona hlutfallslega svipuð í sama efni á milli stykkja. Já, á að vera það, já. 2 stykki sem þú ætlar að prenta og þú getur reiknað með því að þau rýrni bæði innan gæsalappa eins. Já, það ferli á að vera eins. Þú ert með aðeins, Dagur hjá Tæknisetrinu með SLM tækni, þessi lauslega... Já, eða powder bed metal fusion, þess að getum rauninni kallað, bara málmþrívíddarprentun með laser. En þar erum við að nota lasergeisla til þess að bræða saman lög af púðri. Það er að segja við erum með botplötu eða prentplötu eins og öðrum þrívídda málmprenturum. Svo dreifum við einu lagi, 30 mikrona þykku lagi eða 0,03 millimetrar af málmdufti yfir plötuna sem kemur laser og í rauninni síður saman þá sneið hlutarins, litla sneið hlutarins sem við erum að prenta. Svo lækkar platan sem nemur þessu lagi eða lagþykktinni. Yfir kemur nýtt lag af púðri og svo kemur laserinn aftur og svo framvegis. Þannig að það segir sér sjálft að við erum að nota ansi mörg lög af púðri til þess að prenta og þar getum við í rauninni, með þeirri tækni getum við prentað marga mismunandi málma. Þumalputtarreglan er í rauninni sú að þú getur steypt málminn, þá getur prentaðan. Og hingað til hefur verið að prenta 316L eins og vinnur okkar í N. Hansen og svo álmelmi með 10% kísil. Og
það eru svona þessu öðruvísi kannski vandamál sem við þurfum að díla við. Við þurfum ekki að syndra hlutin eftir á eða brenna plastið frá honum, en að móti kemur þá þurfum við ofta afglóða hlutin í staðinn í þá hitameðhöndlunarofni. Eyþór, þú vilt kannski segja okkur, eða hvað máttu segja mikið frá Oiler3D.com Við erum íslenskt sprotafyrirtæki sem kemur í rauninni sem svona háskólafyrirtæki út úr vinnu minni í doktorsnámi í Danmörku, þar sem að ég í rauninni eyddi mínum rannsóknartíma í að setja myndavélar inn í framleiðsluferli og með sérstakann fókus á 3D-prentun. Þannig ég hef verið að fylgjast rosalega mikið með ferlinu meðan það á sér stað og nota gervigreind til að meta hvort það sé eitthvað að fara úrskeiðis og segja eitthvað til gæði þess sem við erum að prenta. Og við erum búin að þróa núna vöru sem skýjalausn sem að fókusar á nákvæmlega eins prentara og upp í tæknisetri, sem Laser Powder Bed Fusion, sem að getur í rauninni sé þessa galla sem eiga sér stað út af þessari termísku vörpun sem á sér stað til dæmis. Þannig að eins og Dagur verið að segja, þá eru áskoranir þegar kemur með laser sem bara að bræða í mjög litlum húndi, púður, og það verður rosalega hitaspenna eftir sem hluturinn byggist, þess vegna þarf hvað það íslenska orðið væri. Annealing afglóðun. Afglóðun, einmitt. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. En setja demóið upp Já. Þetta er... Það er rosalega, þetta er rauninni bara eins og lítil termísk suða í 50 mikrometra punkti hjá ykkar tilfelli. Jú, hér er prent í gangi núna á tæknisetri. Þetta er mjög langt prent. Þetta eru 4, við erum að prenta mót fyrir álsteypu, fyrir rannsóknarverkefni hjá tæknisetri. Og það sem við erum að horfa á við sjáum mjög mikið endurkast af leysernum sem er núna að bræða duftið saman. Núna er hann að klára lagið og núna kemur nýtt lag af dufti yfir og svo hefst prenturinn aftur og við sjáum í rauninni lítið hvað nákvæmlega að gerast út af endurkasti leysersins, en það sem mestu máli skiptir fyrir okkur eins og ykkar kerfi er að sjá sem sagt hvernig púðurlagið lítur út fyrir og eftir leysersuðuna. Hvort við séum með einhvers konar verpingar, hvort að púðrið eða duftið hylji allan flötinn, hvort séu rákir í því. Það er alls konar sem getur farið úrskeiðis og þar komið þið inn að geta hjálpað aðilum að sjá það betur. Eru þá með þessa myndgreiningu þá bara á, þetta er náttúrulega, núna færðu svona, hvað sem að timelapse eða bara af öllum lögum og eru þá að... við fylgjumst með þessu bara í rauntíma, lagi fyrir lag, og erum með hugbúnað sem að þekkir helstu galla sem eiga sér stað, eins og Dagur nefndi. Margir gallana eru svona prósesstengdir, bara eftir hvaða parametrar þú ert að velja með hversu mikinn power eða kraft þú ert með í leysernum og skanninghraða og fleira, sem geta, þú veist að hanna það í rauninni fyrir þann part sem þú ert að prenta eða fyrir efnið sem þú ert að nota, og svo eru í rauninni mannleg mistök, þegar það vantar einhverja stuðningsstruktúra og hita vörpunin á sér stað, og þá getur í rauninni málmurinn bara verpst upp fyrir púðuryfirborðið. Og svo erum við með þennan sleða sem að dreifir út nýju púðri og þá verður árekstur í mjög dýrri vél sem að í rauninni verður til framleiðslu tafar. Og þetta er algengara, þetta er algengt vandamál, sérstaklega fyrir fyrirtæki sem er að prenta hluti sem er aldrei eins. Þú veist, þetta prenta kannski fyrir þriðja aðila. En í framleiðslu þá er þetta mjög svona repeatable process. Þannig að þú ert búin að finna þessa parametra, búin að hanna rétt hlutin, þá er þetta mjög repeatable og þá kannski minni þörf fyrir rauntíma vöktunum okkar, þegar mistökin eru ekki til staðar, en tólið okkar þá nota til þess að ítra sig að réttu parametrunum.
segið mér hérna, það í rauninni leyserinn sem að móta hluti. Já, þetta sem sagt bara örfínn fókuseraði leysir. Já. Og svo hérna galvanometer, hérna speglakerfi sem að beinir honum á þetta tvívíða plan. Já. Og bara það sem leysirinn lendir, þar mikill hiti og hérna. Já. Það ekkert í sjálfu sér í powder-coatingunni sem að móta neitt. Nei. Eða sveigjur eða neitt svoleiðis. Þetta bara eins og hveiti og kökukefli, bara örþunnt lag. Og ég selur sér alveg eins og öll önnur 3D-prentun, það að segja við erum að horfa að setja á sinn lóðrétt upp og tökum eitt lag í einu. En ef við fjallum alltaf sem svona kosti og galla, ef við myndum segja kosti við þá þessa FDM sem þá bara prentað eitt lag í einu með prentþræði eins og lýstir áðan. Já, ég myndi segja kannski kostirnir í okkur kannski miðavísu á degi eru því að þú getur meðhandlað efnin sjálf án þess að vera með neitt hlýðabúnað. Þú bara virka nánast eins og verð með venjulega plastprentun. Þú heldur bara rúlunni, þú setur prentaran, lótar öll í og ég þess vegna með skrifstofuna mína bara í sama rými. Þessi prentara eru bara að prenta, það heyrst nú ekkert í því þau ganga tiltölulega hægt og það tiltölulega auðvelt að meðhöndla stykkin og allt í kringum þetta. Þannig það svona, myndi ég segja, að veri kostur hjá okkur. Við lendum líka í alls konar vandamálum, eins og hann talar að hlutirnir vilja verpa sig upp út af hitabreytingum. Það bara eftir hvernig hlutirnir eru byggðir og það eru alls konar vandamál með þess að segja einstaka hönnun, maður alltaf verið að finna réttu parametrana, svo maður að gera kannski eitt og eitt stykki og aldrei aftur. Það getur verið erfitt að leiðrétt með það, Þannig að... Og eins með, þið prentuðu nú allir, eða báðir Duplo-kubbinn, sem sagt, eða Duplo, ætlum ekki að fara í copyrighti. En, já... Leikfangakubb. Svona leikfangakubb allavega. Já. Og það sem að, já, og... Já, þeir líta nú bara þungir og fínir út, Já, þeir eru úr málmi en það eru ákveðin vandamál sem ég sé strax við kubbin sem ég var með. Það eru lagbindingar á seta-ás sem erfitt að eiga við því að það sem að þessi hringir mæta síðan stóra kubbnum að því þeir byggjast upp, það erfitt að láta þá bindast vel saman, þannig að einn er orðinn laus, Þú myndir ekki endilega vilja prenta þetta, þetta ekkert endilega hannað fyrir 3D-prentun. Þetta hannað fyrir injection molding. Þú myndir vilja gera hlutin allt öðru vísi ef þú ætlar að prenta hann fyrir þessa típu af prentun. Þannig að það og svo eru svona lágmarksvegþykktir og ýmislegt annað sem við þurfum að hafa í huga þegar kemur að hönnun hlutanna sem eiga að fara í prentun. Þetta ekki lausnin til að leysa öll vandamál, en þetta eru ótrúlega góð tæki. En stærðin, þannig að þú myndir helst vilja hanna hlutin eða hafa áhrif á það hvernig hann hannaður upp á það? Já, helst alltaf annarkvæmt sá sem að býr til hlutin sé meðvitaður hvernig það er að framleiða hann og þá fylgja þá svona þessum hvað sem guidelines eða reglum kringum hönnun fyrir þrívít og síðan því þetta málprentun upp á lágmarksstærðir og vegþykktir og annað. Er það sambærilegt hjá þér, Dagur, eða semst? Já, það rosalega oft það sem kemur einhver og vill fá eitthvað útprentað og það augljóslega hannað út frá einhverju öðru framleiðsluferli og jú, ef maður gerir nákvæmlega það sem sá aðili vill þá getur maður kannski prentað það út en tíminn sem það tekur og eftirvinnslan og kannski málveikin ekki þau bestu og svo þarf maður kannski bara að gera nokkrar breytingar, laga einhver yfirhengi, rúna nokkur horn, eitthvað sem skiptir hlutnum engu máli hvað hluturinn á að gera og þá maður kannski búin að spara 50%. Allt verið miklu auðveldara, prentunin mun takast, ég þarf ekki að slípa hlutin eitthvað til og eftirvinna rosalega mikið og þannig að það skiptir með þetta framleiðsluferli alveg eins og öll önnur framleiðsluferli, maður vill hanna hlutin út frá verkvarðanum sem maður að nota. Finnst ykkur vöntun á því að aðilar hugsa þessi framleiðsluferli, eða þessar meira að hugsa meira út af kannski fræsum og rennibekkjum og slíku heldur Þetta er náttúrulega svo nýtt hér á landi. Við erum búin að vera með prentarinn okkar í 1,5 ár og
og þið í hálft? Ja, við fengum prentarana fyrstu sko til að prenta sem sagt hlutina fengum við fyrir tæpa ári síðan. Svo fengum við allt kerfi í gang núna í febrúar hjá okkur, þannig að það búin liðið nokkur mánuðir frá að við getum sko full unni hlutina. Við getum búið til sko kallað green part eða græni hluturinn sem er þá hrái hluturinn. Við getum búið hann til og haldið á honum. Gaman að sýna fólki það en svo leiðilegt að get ekki sýnt sko lokaferli, þannig að það er tiltölulega nýkomið í gang hjá okkur. En svona eins og ég segi, það er að segja að ég held að bara hugsunarháttur hérlendis og bara í heiminum öllum, við þurfum bara að taka okkur smá tíma í það að innleiða þessa tækni og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur til þess að innleiða þessa tækni að fullu bara inn bæði til þeirra sem er að hanna, smíða og hvaðan að eina, því að þetta náttúrulega ekkert endilega einhver samkeppni við einhverjar hefðbundnar aðferðir, því að þetta er bara ein framleiðslu aðferð í þá kannski verkfærakistu sem við erum með og oft er til dæmis fyrst hlutur prentaður og síðan er hann fræstur eða rendur í rétt mál eftir á, eða þú prentar og vilt fá einhver ákveðna yfirborðsaðferð og þá sandblæstu eða hvaðan eina eða slípar til. Þannig að þetta er ekkert endilega það að þú setur með einhver tölvu skrá og ítir svo takka og út kemur hluturinn. Það er vinna í þessu, alveg eins og í allri smíði. En getur verið tímasparandi þegar þú getur sett hver er stærðin á prentflötunum sem er á ykkar tæki? Við getum prentað í 16 x 16 x 20 cm, það er prentrúmmálið okkar og þetta getur verið alveg þvílíkt tímasparandi fyrir svona sem við myndum kalla low batch production eða til þess að þú ert að prenta út marga litla hluti í einu. Þá getur þetta að vera alveg brilljant aðferð til þess að ná niður kostnaði, sérstaklega ef hlutirnir eru mjög flóknir og tekið langan tíma í fræsun eða rennun. Síðan til dæmis með samsetningar, þú getur sparaði tíma þurfu ekki að setja saman marga mismunandi hluti, heldur getur bara að prenta hlutin út í einu. Og svo er náttúrulega það sem er rosalega skemmtilegt er að með þessari aðferð, við erum þrívídda málprentur almennt, er þetta smíða hluti sem ómögulegt er að smíða öðruvísi eins og mörg dæmi eru hér í sjálfu sér, eins og þetta. Hvað? Ganga á milli þetta, sko. Gáðu gír, sko. Það er ekki að henda þessu hérna, En hvað með styrk? Tökum til dæmis eins og bara svona fanblade. Endilega spurðu þetta í Ég segi, hvað með styrkin gagvart eins og til dæmis með fanblades eða eitthvað slíkt sem að þessum til dæmis snúningur er farin að hafa áhrif á streitu og annað slíkt? Sko við á tæknistri höfum við með háskólum prófað tókþolstyrk ryðfreyjastálsins og það sem okkar niðurstöður voru sem að sem við höfum verið að lesa í literatúrunum er að við erum alla jafna með, allan fyrir þessa laserprentun, erum við alla jafna með hærra brotþol en lægri teygjanleika vegna þess að við erum að sjóða í rauninni lag eftir lag eftir lag, þannig að kornastærð stálsins er minni heldur en með hefðbundni framleiðslu. Erum við að sjá stykkin, ef ég spyr, var kannski líka varðandi þeir eru að brotna, eru þið að brotna á laglínum eða er það að sjá að þetta er byggt upp svona frá grunni, er það að sjá eitthvað? Í þeim, við gerum bara svona tókþólsprófanir á tókþólsýnum og ég var ekki að sjá neitt sko varðandi laglínurnar sjálfar, en það skiptir mjög miklu máli að vera með rétta parametra, því ef ég var með vitlausa parametra þá var ég með tókþolstyrk sem var undir undir hefðbundinni framleiðslu, en ef ég var með rétta parametra og með nægan hita inn í prentið þá var ég að fá tókþolstyrk yfir og það fer inn eftir þéttleikanum, hvort sem er með 95, 6, 7, 8, 99 eða alveg nánast upp í 100% þéttleika. Það er sem skiptir mestu máli hvað okkar styrkleika varðar. En þú mútt kannski svarað á Arnór varðandi Já, við höfum ekki gerð neina prófanir sjálfur
En það sem að við í rauninni ætlumst til á kerfinu okkar að það hannað af Race 3D framleiðanda frá upphaf til enda í samstarfi við BASF eða Forward AM sem að býr til efnið sjálft og þetta allt sem gert með þeim og við fáum alla parametra til að prenta hlutin frá þeim. Þannig að í rauninni sem sagt kallað success rate eða hvað við getum áætlað að hlutinni gangi upp var óbúðslega háir af því að það verið að stjórna kerfinu alveg frá upphaf til enda, upp á réttu efnin, réttu parametrana, þeir vita hvaða prentar við með og eftir vinnsluna sem fara að verða. Þannig að við áætlum að sem sagt, efnis eiginleikarnir séu á pari við það sem upp gefið. Og það pínu, eins og talar sethásin, þeir segja hann aðeins veikari í sethásin að því þetta byggt í lögum og vilja þá líka menn orientera hlutunum sínum rétt. Þannig að mesti álagspunkturinn sé ekki að taka á laglínunum. Það svona það sem við höfum verið að vinna með. Og með parametrina, þú stóri bróðir Eyþór að vakta sem sagt, eða kemur, já? Já, við erum að horfa í rauninni, það mjög algengt í framleiðslu, við erum með kúnna erlendis, aðalega í Danmörku, sem eru með talsvert marga prentara í notkun í framleiðslu og þar oft bara starfsmaður að barnfóstra framleiðslulínuna, horfa inn í gluggana og sjá bara og þetta bara reynsla sem inn í hverju fyrirtæki fyrir sig. Þú kannski reynsla þessu líka að vera Já, maður ofta fylgjast með. Vakna á næturnar og kíkja inn Svona oft. Fylgjast með fyrstu lögunum og svona og þetta við að sjálfvirknum alveg þannig að í rauninni þú þurfir ekki að hafa þessa þekkingu innanhús eða reynslu. Og með það að láta vita þá ef það eru, eins og segi, í þessu tilfelli verpingar upp fyrir. Til dæmis, já. Og einhverju misfellur eða slíkt kannski, já, hann að bræða alltaf 100%, þegar hann að bræða á réttum stöðum og slíkt í uppbyggingu eða allt. Okkar gögn bara merkt af þessum sérfræðingum og okkur sjálfum sem erum búin að vinna okkur inn þessa reynslu líka og við vitum bara mannskepnan sjálf getur gert þetta og þar af leiðandi getum við kennt gervigreindina svona þumalputtareglan í myndgreiningu eða ef að mannfólk getur séð það augljóslega þá mjög einfalt að kenna gervigreindinni. Gervigreindin þolinmóður að vísu. Já, hún samt smá vitlaus, maður þarf að sýna henni svolítið oft. Segja stundum, já, það ekki bara inntæki og háð úttækinu líka, Já, gæði gagnanna alltaf lykilatriði og hver að merkja það og í rauninni hversu vel það gert. En okkar kúnnar eru í rauninni margir að nota tæknina til dæmis út af formfrelsinu og þá einn aðili sem að gera steypumót fyrir plast. Þannig að þá hægt að gera innri kæli leiðara og svona til þess að kæla formið jafnt og hraðar og það bara einn hluti af miklu stærra framleiðsluferli. Það fyrst það prentunin til þess að fá geometríuna flókna og svo náttúrulega annealing, afglóðun, EDM skurður eða fræsun eftir hvað þarf, pólering, alveg fullt af skrefum og margir einstaklingar sem eru og dýrir tækjabúna að nota þeir, þannig að ef það einhver galli sem á sér stað í prentunum sjálfri, einhver lítil einhver hóla eða eitthvað sem kemur kannski ekki ljós fyrir en á púsunastigi, þá ímynda einhver peningar sem sparast með því að fanga það snemma. Varðandi svona, ef við horfum aftur á hennan kubb, ef við horfum á svona tímalengdina, hvernig var framleiðslan á þessum, framleiðslan frá upphafi til enda? Þú færði náttúrulega eftir með skrá-módel. Já, við byrjum náttúrulega að fáum svona STL skrá og við þurfum að slæsa hana, búa til leiðbeiningar fyrir prentarann, setja síðan prentarinn í gang og þessi kubbur var sem prentaður sem hluti af mörgum öðrum en ég myndi skjóta á að í prentun væri hann kannski svona 3-4 klukkutímar en síðan þarf þá að eftirvinnan vegna þess að fyrir laserprentunina þá
allt stuðningsefni einnig úr stáli og það í rauninni svona soðið við hlutin sem þú ert að prenta úr og þó að það sé reyndar með geometri sem gerir það auðvelt að fjarlæga það, slíta það frá hlutunum sem þú ert að prenta þá skilur það eftir sig för og það þarf að pússa og það þarf að gera og græja þannig að eftir vinnslan þó að þetta var 4 tíma kannski í prentun, segjum sem svo þá var þetta líka alveg einhver vinna í eftirvinnslu að fá yfirborðið svona slétt og fínt og síðan að sandblása en það var alveg svona kannski 2 klukkutíma mannvinna eftir á. Þannig að það oft eitthvað sem þarf að taka með í dæmi að það ekki nóg bara ít að play og taka sem partinn út, heldur þarftu ofta að endurvinna. Allan þegar laserprenturinn kemur og ég ímynda mér þessi líka eftirvinni á ykkur hún kannski aðeins á öðruvísi svona formi. Og undirbúningurinn á vélinn, þá þurftu að koma niður af stað. Já, þarftu að plötuna eða slíkt sko. Algjörlega, gott að minnast það, en við prentum alltaf á þykka prentplötu, ég kalla þetta botplötu, hún kannski 4-5 cm þykkt stál, þegar við erum að prenta úr stáli og ál þegar við erum að prenta úr áli og svo framvegis og það sem þessi prentplata hlutverki sem hún gegnir virka bæði sem prentflötur og heatsink. Þetta dregur allan varma og hita til sín sem náttúrulega framkvæmist í prenturinni og það rosalega mikilvægt og þetta rauninni tilgangurinn stuðningsefnið sem við þurfum að setja undir yfirhengi. Það ekki að passa upp á þyngdaraflið eins og í plastprentun að hluti leki eitthvað til að bara detti niður vegna þess að allt á sér staði í rauninni svona hálfgerðu duft eða púðurbaði heldur að koma í veg fyrir verpingar sem eiga sér stað ef þú nærð ekki að koma hitanum frá prentfletinum eins hratt og þú getur. Þannig að við í rauninni prentum á þessa prentplötu, þykka stáli eða áli eða hvað hann er. Svo tökum við þessa plötu úr prentaranum, við þurfum að dusta allt duftið af, fjarlæga allt duft, ryksuga. Svo ef við ætlum að afglóða þá setjum við þetta í ofn. Þar þetta í ofn í 12 tíma til að afglóða. Svo tökum við þetta úr ofninum, ef við setjum þetta í ofnin, sögum partinn af plötunni og þá annarkvort parturinn tilbúinn eða það var lítið sem ekkert stuðningsefni af eða við þurfum að eftirvinna hann og slípa til eða bara látum einfaldlega viðskiptavininn fá hlutinn og hann sér eftirvinnsluna. Þannig að frá, bara 0 og upp í enda erum við að tala einhverja daga eða Já, það fer eftir fyrir þessi einföldustu prent þá getur maður sett í gang og maður þarf ekki afglóða, getur maður sett í gang á morgni og verið með hlutin kannski tilbúin daginn eftir en svona alla jafna erum við að tala frá upphafi til enda 2-3 daga svona þumulputareglan, myndi ég segja. Hvernig var það hjá þér? Varðandi þennan kubb þá kannski öðruvísi, hann talar þetta liggi allt í duftbaði, þá erum við í rauninni bara að byggja svipa plastprentari og á glerplötu. Það síðan sett lím og svo bara þræðurum þrýst út 0,4 mm nostlu, bara eins og venjulegum plastprentara og fyrsta lagi bara gert og oft erum við gerð svona plata í botnin sem svona hálfgerð stuðningsplata, hún bæði til að hluturinn síðan í seinni ferlinu minnki í samræmi við allt hitt en líka þegar við fara að byggja upp undir stuðningsefni til að halda uppi hlutnum af því að hann þarf að fara í gegnum kallað sintering process eða ofna sem hluturinn bakaður við nánast við bræðslumark að þá þarf að geta staðið undir sjálfum sér á meðan og þá bara spurningin hvernig ætlum við að snúa hlutnum í prentaranum annarkvort þá höfum við hann eins og hann það sem byggt undir allt tómarýmið uppi eða við snúum honum á hvolf og byggjum bara undir það sem þarf að gera og lefum hinu svo vera að opna upp í yfirborðið. Þannig að prentunin á þessu sem að gera svona minni með verið í kringum 25-30 tímar. Þetta tiltölulega mikið efni og þau líka átt að góða því að við þurfum að prenta hann í 20% yfirstærð. Þannig að hluturinn töluvert stærri heldur en hann Það alveg lúmst að sjá
hvað er mikill stærðarmunur á hlutunum þó að hljóminn bara 10-20%. Eftir þetta þá tökum við hlutin úr, það þarf að bleita undir líminu og ná honum af hlutunni, en þá fer í gang eftirvinnslan í sem sagt, hvað sem kalla debindir, það sem að plastefnunum oxæð, það er eitt bara úr stykkinu, það notu alkóhól og sýruupplausn og nítrogengas, það sem plastun bara umbreytt í gufu og filtra út í gegnum kolafiltera. Það myndi maður ekki gera bara fyrir einn kubb. Þú vilt helst fylla þann ofn sem töluvert, hann 200 cirka. Þannig að segjum við kæmum 10 svona stykkjum í, þá var það kannski raunhæft að senda það ferli af stað. Þannig að það fyrir eftir hvað erum við að gera meir í kringum þetta, eða þarftu að fá þennan hlut núna, hvort að það fer beint í ferli. Og það er annar prósess sem tekur í kringum 15 til 20 klukktíma. Eftir það þá er hluturinn mjög viðkvæmur og hann fer síðan þá vonandi með fleiri hlutum í bökunarofnin þar sem hann bakast, og það ferli er bara hita í jöfnunarferli upp og niður með sem sagt að búið lofttæma klefan og setja argongas í staðinn. Og það eru aðrir 20 klukkutímar pluss kæling á ofninum á hann mátt opna hann. Það er svipað, hann segir, ef þú kemur hlut til mín í dag og vilt fá, segjum eitt svona hlut og þú ætlar að borga fyrir allt rönni af kerfinu, þá er þetta alveg 3 dagar. Það er prentunin næstu heill dagur, síðan er þetta debindingið og svo er sintering processing í restina og þá færðu hlutinn tilbúinn. Þannig að það er 3 dagar. Með svona, ef við átlum svona sirka kostnað á, þetta er náttúrulega erfitt kannski að gera eitt hlut, en já, það er svolítið erfitt kannski á alla kostnaði. Við ætlum að horfa kannski bara alveg þá á efnisnotkun og það sem fylgir þessu ferli, pluss einhver álagningu og svoleiðis. En ef þetta gera nokkuð stykki, það má alveg gefa sig kannski að svona kubbur kosti 50-60 þúsund stykkið, sem að hljómar kannski ekki mikið. Við erum alltaf að fara að fræsa þetta úr heilum kubbi og senda þetta í vélar sem kosta margfalt það sem við erum með í höndunum, sko, með tíma á manninu sem þarf að sjá frelsivélina líka og allt það. En það fyrir líka bara eftir kannski hverjum hlut fyrir sig, hvernig hann er búinn til og verðlagður, sko. og fjöldinn væntanlega líka. Og já, og í okkar tilfelli fjöldi, sko, hvað getur þú sett margar hluti í gegnum ferlið, eftirvinnsluferlið, hvað getur náð rauninni kostnaðinum niður á mörg stykki. Þannig að ef þú bara með 1 stykki þá fellur allir kostnaðinn á það stykki, en ef þú getur deilt inn í 10 stykki þá munar það strax töluverði. Hvernig var þetta hjá þér? Það er í rauninni svipað, en það er kannski ekki þetta eftirvinnsluskref, heldur það er í rauninni prentunarferli sjálf. Því ég þarf að taka plötun út, ég setja nýja plötu í, ég þarf að endurvinna duftið og setja aftur inn í prentarann. Þannig að eitt svona stykki, það getur verið dýrt, það er bara eitt heilt prent, þannig að það er kannski á 80-90 skall fyrir prentið, en svo getur við kannski prentað 10, ég sé kannski ekki fyrir mig 10, en kannski 5, 6, 7, 8 stykki í einu, og þá erum við kannski að tala um einhvern 140.000 kall deilt á þá þessi stykki. Þannig þess vegna segi ég, sko, að svona framleiðsla á mörgum minni flóknum hlutum, það er framleiðsla það sem þrívíddarprentun alveg sker sig fram úr öllu öðru. Já, varðandi kannski, er mikið af, eins og segið, þú talar um skiptum duftið, endurvinna það, er einhver svona sóun í ferlinu sem þú ert að sjá það þér? Já, það er kannski svona gott að taka fram, Arnór náttúrulega minntist á það þegar hann var að tala um kosti þeirra tækni er að við erum að vinna með í rauninni bara málmduft sem maður vill ekki anda að sér. En það er eitthvað sem þarf að taka til greina, og við þurfum að vera með svona gasgrímur og í hlífðarbúnaði hvert einasta skipti sem við opnum prentarann, eða þegar við erum setja prent í gang eða klára prentið, þá þurfum við að taka plötun út, við þurfum að taka það púður sem í rauninni fór yfir hlutin en varð ekki að hlutnum sjálfum.
við þurfum að taka það púður út og sigta það, bara í gegnum sigti eins og hveiti og sigta burt í rauninni það púður sem óhrengaðist vegna suðurlúsar sem dæmi og nýtnin það kannski svona 99-98%, það kannski 1-2-3% afföll þar af efni. Síðan þurfum við að þurrka það efni aftur og setja það síðan aftur í prentaran. Þannig að það svona hluti af þessu svona heildar hringferli hvað prentunina varðar. Þannig að maður þarf að setja prenti í gang, maður tekur prenti úr, maður endurvinnur púðrið, setur plötuna aftur í og þá er maður tilbúinn til þess að setja aftur í gang. Hvernig þetta hjá Arnór, hjá þér varðandi svona endurvinnslu á hlutunum? Já, eða bara svona, náttúrulega sést kannski eins og með þetta stykki hér. Í rauninni, já, þetta kannski leiðilega mikil til að búa til þennan hlut sem við tölum sem var ekki beint hannaður fyrir prentun í þrívídd. Þá fer þetta alltaf bara í endurvinnsluna sem er í fýtt stál og þú getur bara fengið það endurvinni bara hjá Hringrás og svoleiðis, það fer bara með því. Þannig að það fer aðeins eftir í hvernig þú getur hannað hlutin. Það eru stundum bara svona litlar bakplötur sem eru ekki eins þéttar á hlutunum sjálfu, það er sett minna efni í þær. En það er bara, getur verið nokkur prósentur af hlutunum sem fer í endurvinnslu. Þetta fer ekki mynd í ruslið, þetta fer í endurvinnslu. Og þið prófið báðir að prenta þetta bæði í þessari stefnu sko, já, ég með minni og í þessari, þú tókst líka á hlið svona. Það var til að velja ferlið sem þú ert að stilla á plötunni í þessu. Já, ég prófaði einmitt eins og þú sagðir hérna fyrst ekki þessa aðferð heldur svona og svo sneri ég þessi svona 45 gráður bæði á X og Y ás og það er svona eins og Arnór var að tala um. Þetta er náttúrulega hlutur sem er alls ekki hannaður fyrir þrívíddar málmprentun, þannig að það sýnir sig að kannski málvikin er ekki alveg 100% þegar út er komið. Varðandi öryggis, eða sem kannski segi, hann ræddi aðeins öryggisbúnað og hlífðarfatnað varðandi sína vinnslu. Hvernig er það hjá þér? Í rauninni, þetta er nánast þannig að þú getur haft þetta inn á skrifstofuhúsnæði. Þetta er það hreint ferlið sjálft. Við erum bara með þetta í sama rými, við erum með skrifstofuna og tölvuna og það og aðra prentara. Eina sem að þarf að passa í kringum þetta, það er þegar þú opnar debinding opnin sem dregur bindiefnin burtu. Það er leyfum að kæla sig og svoleiðis og það er einhvers konar sýra og drölla sem það bara að þrífa. Það þarf bara að vera með svona rykrými og vettlinga og þrífa bara svona með vatni sko. En það er ekkert annað sem við þurfum að passa sérstaklega, ekki nefnum bara brennir því og opna hana, það er með hlífðarhanska á höndunum. Það er ekkert annað sem þarf að passa meira. Engin lyktarmengun eða neitt svoleiðis eins og séð út með þetta á skrifstofu? Nei, það er ekki þannig sko. Þetta er allt sem að lokakerfi og útsogið þessu er allavega í dýbændunum með filteri gegnum kólafiltera og það er sem bara tekið út og anda út um lofthúðu sko. Það er bara sem gas, það er ekkert sem er inni. Já. Já, ég held svona kannski, við erum búin að renna yfir kannski þessa helstu punkta sko, sem að við vorum með alla er eitthvað annað sem að Hvernig er með startkostnaðurinn á þessum tveim? Er munurinn á kostnaðurinn á tækjum og búnaði? Spurningar startkostnaðinn á búnaði? Sko, startkostnaðurinn hjá okkur snýst það að koma eftirvinnslukerfinu á staðinn. Þetta er byggt þannig upp að við munum verða hluti af að kalla debinding and sintering service, þjónustuaðili eftirvinnsluferlið til þess á Íslandi fyrir reis hlutina. Þannig við erum með þeirra búnað til að vinna eftir þeirra prentara. Og síðan ætti það að vera auðveldara að eignast prentaran sem fyrir því út í bæ að kaupa prentaran og efnin og prenta hlutin og senda mér eins og í eftirvinnslu. Þannig að það er startkostnaðurinn okkar er töluvert hár til að koma þessi eftirvinnslu í gagnið og halda henni gangandi. En startkostnaðurinn fyrir kannski fyrirtækið í bæ er bara eignast prentaran og efnin og byrja. Minnir það sé eitthvað 10.000 evrur, sem sagt, bara prentarinn sjálfur og hann skilur stykki sem að getur sem kostar sen eitthvað eftirvinna. Já, og að því að stykki er
tiltölulega sem sagt, hvað segir maður, gott eftir prentunina þá þolir það alveg að fara í flutning á milli landa og í rauninni það er gert svolítið í dag, þú átt að geta eignast þetta efni bara að prenta í venjulegum plastprentara og geta sendt til Evrópu og látið baka þar. En það sem við erum að gera með reis og öðru það er að loka ferlinu, þannig að við sjáum og þeir sjáum prentunina og eftirvinnsluna til að halda sem sagt gæðunum og íslenska maður success rate, áreiðanleikan upp í 90%, þannig að þú veit að þú færð hlutin út eins og settir hann inn. Það er erfitt að kannski að prentin heima á sér með einhverjum parametrum, senda hann til Evrópu, fá hann baka með einhver allt öðru sem kemur tilbaka og hann stenst ekki máli eins og vildir, hann er ekki eins góður og helst sko. Þannig að það ætti að vera tiltölulega auðvelt fyrir fyrirtæki að eignast prentarinn og koma sér af stað að því við getum síðan eftirvinnsluna. Þó við fyrir kannski ekki beint út í almennan kostnað kannski sem slíka en það var allavega svona tiltölulega auðvelt að komast að þessu. Já, ég ætla kannski ekki að nefna einhverjar tölur beint en þetta er nokkuð dýrt og það er ekki bara prentarinn sjálfur, heldur er það prentarinn, sigtinn, 2 ofnar, sög og annar svona stuðningsbúnaður og þetta allt saman hleypur á nokkrum tugum milljóna. Þannig að þetta er alveg ágætis fjárfesting. Þú erum búin að tala öll efnin, þú ert að vinna með ál, Já, við höfum verið að 316 og ál. Já, við höfum verið að prenta úr 316 og ál en svo getur þessi prentari prentað allt frá titanium, kóbalt, krómíum, efni, gull og silfur, bara eins og ég sagði áðan, ef þú getur steypt það, þá getur þú laserprentað. Hvaða efni hefur þú? Eins og staðan í dag frá BASF bjóðu upp á 316 L hreint ryðfrítt og síðan 17.4 pH sem er rauninni ryðfrítt en það tekur segul og það er hægt að áverða yfirborðsherða það eða fá í það herslu. Og það er töluvert sterkara efni heldur en ryðfrí efnið. Ryðfrí efnið er ótrúlega deykt þegar maður fer að taka á því. Við býðum svo bara eftir fleiri efnistegundum frá BASF sem verður þá í boði fyrir prentarinn og ég hef heyrt, ég ætla ekki að segja það, en ég hef heyrt að það verði í boði titanium og Inconel í þessari framleiðslu. Svo hefur maður séð í öðrum kerfum frá öðrum framleiðendum, til þess að menn er að prenta með kopar í svipaðri framleiðsluferli. Þannig að það vonandi kemur líka fljótlega. Ég nefna það að þessi eftirvinnsla frá Reisriti er stöð nr. 2 í Evrópu sem er hérna. Við erum eina í Portúgal og eina á Íslandi. Já, þannig að þetta er bara nýlega komið að stað hjá þeim og við vonum bara ört stækkandi. Er einhverjar fleiri spurningar? Er fleiri aðferðir við málmprentun heldur en þess 2 svona algengar eða á Íslandi? Spurningin eru fleiri aðferðir við málmprentun heldur en þessar 2 á Íslandi? Aðferðin okkar, það er til annað kerfi í Íslandi sem notar sömu aðferð, það sem að hlutun er prentað í yfirstærð með bindiefni og svo fer hann í gegnum ofn sem að dregur bindiefni og klárar ferlið frá öðrum framleiðanda. Það er í grunninn sama ferlið, það er bara ekki frá sama framleiðanda. Ég veit ekki annað kerfi heldur en þessi hann er með. Dagur. Það eru til alveg 4 mismunandi svona grunn aðferðir. Ein sem er kannski gott að minnast á er direct energy deposition sem er, það er ekki búið íslenska mikið af þessum hugtökum en þar er verið að tala bara svona mygg-suðuhaus sem getið séð fyrir ykkur sem þrívídda prentara og það er mikið nýtt sem eitthvað til þess að prenta í yfirstærð og síðan fræsur það til. Fluguleiðnaðurinn notar þetta dálítið fyrir dýrefni eins og titanium þar sem þú vilt ekki vera að fræsa úr stóri blokk heldur þá prentar út eitthvað aðeins í yfirstærð og fræsir síðan niður. Síðan eru einhverja fleiri tæknir sem ég bara ekki alveg með hausnum. Manst þú eitthvað, Eyþór? Það er þessi rafsuð aðferð sem er þá unni róbótaarmur sem er að fylgja flóknuferli og plattform sem að snýr hlutum með hann búið að vera til. Það er til dæmis sprotafyrirtæki í Kaliforníu sem er að reyna að búa til eldflugumótora
með þannig tækni, þannig að við erum að tala um risastóra hluti. Svo önnur tækni sem heitir binder jetting, sem til dæmis fyrirtæki Desktop Metal núna búin að vera að vinna svolítið að. Þá ertu með púðu yfirborð af málmi og svo ertu með í rauninni bara eins og inkjet haus í prentara. Og þaðan kemur bindiefni í mjög hárri upplausn og þú býr til græna partinn þannig. Og svo þetta tekið og svo sambarlegt ferli og þegar maður með það. Svo eins og segir Wire Additive Manufacturing, DEP sem eins og hann lýsti, sem líka þá púður oft fætt í gegnum eitthvað svona slöngum með gastegund í og svo laser sem að bræðir það algjörlega bara við útganginn, þannig að þetta svona... Já, það verður ekki þessi... Já. Það veist. En hér heima þá með þessi Desktop Metal aðferð, það þessi... En það var spurningin hver á Íslandi? Já, fyrir. Nei, en gott samt að fara aðeins yfir hitt líka, sko, en til að svara henni þá þessi Desktop Metal Það er svona í grunninn þessar 2 aðferðir sem eru í komnar hingað, getur við sagt, sko. Já, svo ein aðferð sem mjög svipuð leysaðaðferðinni, en þar erum við að tala um að nota rafeindageisla í staðinn fyrir leysageisla og þá það prentað í vakúmi en ekki undir hlíðagasi. Og það svo aðferð sem mest notuð til þess að prenta svo kallar svona, kalla þetta mjaðmabolla eða hip cups, en það svona ígræðslur í fólk til að fá beinið til að græðast inn í málminn sem síðan festir við hvað sem vantar í leggina þér. En það kannski eitt svona fyrst við kannski erum á lokametrunum, ég held að megi endilega minnast á að það fyrirtæki á Íslandi sem nota kannski málmþrývitaprentun einna mest þetta eru hátækni fyrirtækin, svo þetta Marel. Marel á sinn eigin prentara en hann staðsettur í Hollandi. Þannig að þá fáum við að vera með verðlaunin að vera með einn af þeim fáu prenturum hér á landi. En það mín reynsla að þeir sem hafa mestan áhuga á þessari tækni eru kannski tæknifyrirtæki og sprotafyrirtæki. En svona eins og það segir sig sjálft að það einmitt svona kannski fyrirtæki og fólk sem sneggra að fara tileinkar sér nýjar tæknir. Var það komið fram hvenær þið tókuð ykkar í notkun? Var það komið fram? Ok, ég var ekki... En semst eins og nefnir með Marel-element, þá veit ég að, og þú nefndir Eyþór áðan varðandi að búa þetta freeform, sko, þeir voru að gera semst einhvers konar hnífsblað sem rauninni með kæli búnað innan sem bara ómögulegt með öðrum framleiðsluaðferðum, sko. Já, og ég minnir að... Fyrir sér þessa tækni sko nýtast einmitt í því að búa til hluti sem í rauninni ómögulegt að steypa, sko, með hefðbundinni steypuaðferð. Það akkurat það sem maður á að nota þetta. Þú ert með náttúrulega þessa hefðbundu framleiðslu tæki en einmitt að nota þrývitaprentarann fyrir það sem hann býður, sem formfrelsið. Og það sem í rauninni, ef við förum bara svona hvað hefur verið gert með þetta, þá General Electric og Boeing búin að gefa það út, gerðu svona svolítið case rannsókn, að það væri hægt að spara 2-3 milljón dollara að búa til eina flugvél og það í rauninni kemur með formfrelsinu. Það þá að taka 20 parta samsetningu niður í 1. Þannig að sparnaðin bara við framleiðslu, lager, samsetningu skila sér þarna. Og á sama tíma þá General Electric að vinna í nýjum eldflaugamótor sem með 20% betri nýtingu. Þannig að það skila sér þá í meira efficient. Og þannig að það win-win fyrir rekstraraðila flugvéla, það win-win fyrir framleiðendar, söluaðila flugvéla, en það það vantar þetta sem ég kalla svona adoption á tækninni og við höfum heyrt mikið hype og kemur í bylgjum síðan 1980 og hvað. En það þetta öryggi, skortur á gæða eftirlitslausnum sem svolítið svona hindrunin fyrir þessa iðnaði sem eru undir mjög miklu regluverki. Það medical, geimiðnaðurinn, flugiðnaðurinn og bílaðiðnaðurinn. Ekki veitum við bóðum gaf, sko. Kemur þú sterkur inn spennandi framtíð hvað kemur frá ykkur í framtíðinni, sko? Þetta sko, ég sé sko í framleiðslu framströttin á Eurofighter skólastrótunni
Og það er sko, það er titanium hlutur sem er svona, já, 1,20 á lengd sko. Og hann er ekki mjög sver en þetta er hlutur sem að sko tekur 3 sólarhringa í CNC-framleiðslu. Þannig að sko bara efni sem fer eða sem forgörðum þar, að vísu sjálfsagt hægt að endurvinna eitthvað leyti, að það hlýtur að vera í svoleiðis hlutum sem að þessi tækni kemur sterk inn. Já, ég veit dæmi sjálfur einmitt að þessi tækni nýtist rosalega vel í hlutum sem afmarka stórt rúmmál, eins og segir, en eru sjálfur ekki rúmmálsmiklir. Bara í rauninni þar sem þú getur, það þarf ekki að fræsa, ef þú þarf að fræsa hlutin, þá þarf að fræsa svona rosastóri blokk og það er ekki umhverfisvænt til dæmis, það er mikil sóun og það er tímafrekt. Það er eitt af þeim tilvikum þar sem þrívídda málmprentun kemur mjög sterkinn. Og það var líka við til dæmis efni sem eru leiðinleg í fræsun eða rennun eins og titanium, eins og Inconel 718 og svo framvegis eitthvað þar sem þú ert að fara að glata einhverjum fræsitönnum eða mjög tímafrekt, þarf að passa mjög mikið upp á parametrana eina til þess að hlutinni gangi upp. Já, ég held að einhverja fleiri spurningar. Annars er prentarinn hérna inni, þannig getur kikið út í horn og bara skoðið hlutina og komið við á básinu okkur, eða hjá þeim. Já, og ef þið hafið áhuga þá eru alltaf velkomin í heimsókn upp á Tæknisetur og Keldnaholt. Hvernig væri best að hafa samband við ykkur svona ef ég bara upp á að með fyrirspurnir eða annað? Já, ég er með tölvupóstfangið dagur@tæknisetur.is. Bara gera svo vel að senda með tölvupóst. Já, ég er með eithor@oiler3d.com, skrifað með ameríkustöðum. Já, ég er með arnor@nhansen.is, einnig líka 3d@nhansen.is, það kemur samastað. Og þeir eru auðvitað alltaf velkomin að kíkja norður og skoða hákur þar sem við erum að brasa. Já, til enda það er ég með johannes@3dverk.is. Ég held ég ekki kynnt mig í byrjun, ég heiti Jóhannes Páll og er eigandi 3dverk. Þannig ég held ég bara þakka ykkur fyrir, bara góða umræður og bara, já, það mér að halda áfram á göngunum veit ég sko. Takk sem mjög. Takk fyrir.